velkomin. Herru, það KR aftur á fimmtudaginn, 3 stig í boði, hvernig það leggst? Já, það verkefni? Það leggst bara mjög vel í mig. Það er hérna alltaf gott að fá svona tækifæri til að kvitta fyrir. Ég er bara óheppnina á síðasta laugardag og fá hana sem fyrst, þannig að við bíðum bara spenntir. Aðeins bara síðasta leik því náða að skapa ykkur nóga færum, þannig að það lítur svona hljóti að geta tekið nokkra jákvæða punkta úr þeim leik. Já, við getum tekið alveg hellingapunktum sem voru jákvæðir í þessum leik. Ég vil meina að það hef ekki sést áður í sumar að káringarnir hafi verið svona, ég vil meina bara yfirspilaðir og tökum það með okkur og fullt af jákvæðum punktum. Okkur var bara ekki ætlað að vinna hann leik, það var bara svoleiðis, það var eitthvað sem stóð í vegi okkar fyrir því en okkar býður bara eitthvað meira og stærra og betra á næstunni og við verðum bara tilbúinir í það. Við vitum alveg að KR er alltaf með hörkulið, það sem verið skipt á máli alltaf heimavelli er bara hvernig, hvort að þið náu ykkar leik eða ekki? Já, við hljótum að líka að líta á það núna, sem sagt eftir þennan bikarúrslitaleik að við höfum sett standardinn hjá okkur aðeins herra upp og nú gerum við meiri kröfur á sjálf okkur að ná þessum standardi áfram. Ég meina, þetta var sennilega langbesti leikur okkar í sumar og við hljótum að gera þá kröfu ef við viljum bæta okkur og fara lengra í þessari deild að þetta er spilamennska sem við viljum sjá í hverjum leik. Rétt bara auðvitað á hópnum, manni mittist eitthvað aðeins í bikarleiknum, hvernig svona staðan á honum og síðan öðrum? Það er mennir svona með nokkra pústara hér og þar og manni er svona við ætlum að sjá hvort við getum ekki tjastlað hann saman en hann var ekki góður í gær en vonandi betri í dag, við höfum ekki hitt hann í dag af þessu en þetta allt eftir að koma í ljós og börsja frá því þó ef það vantar 1 eða 2 eða 3 eða hvernig sem við stillum upp að það verða bara aðrir að stíga upp og taka ábyrgð. Og það, væntanlega mjög mikilvægt bara inn á öllu stíðunum, bara upp til þess að klifra upp töfluna. Já, við viljum náttúrulega tryggja okkur í þessari deild og það er mjög mikilvægt að við tökum 3 stig núna á fimmtudaginn og líka bara fyrir okkur sjálfa að ná að vinna þetta lið að það er ekki síður mikilvægt að vera fyrsta lið í sumar sem vinnur þetta lið og hér á Íslandi allavega, þannig að það er ákveðið verkefni sem við ætlum í og svo eftir að við erum búin að leggja KR á fimmtudaginn þá getum við kannski farið að halda með þeim að þið takið titilinn. Og náttúrulega stuðningur lítur náttúrulega að skipta gríðarlegu máli, sérstaklega ef að vera mjög svipaður eins og var helgina. Já, ég meina stuðningurinn helgina var bara alveg ótrúlegur. Ég hef aldrei séð annað eins og það er bara vonandi að þessi leikur á laugardaginn gefa okkur það að það fari svona fólk að mæta sem hefur verið að hugsa að koma og þetta er rosalega gaman og það er bara vonandi að fólk láti sjá sig og við fyllum stúkuna og balana og það er mjög vandræðið með að koma fólki fyrir, það er mjög gott. Takk fyrir, velkomin. Takk að þið fyrir. Herru, byrju rétt bara hvernig er svona staðan á hópnum og stemningin? Herðu, hún er bara fín, að vísu misti ég nú að æfingunni í gær en ég hef enga stóra aðgjör af þessu. Ég held að menn snúi bara bökur saman og sé tilbúinir fyrir fimmtudaginn. KR, er þetta ákveðin kostur að fá þá svona strax eftir bikarinn? Já og nei, ég meina við sýndum að síðasta laugardag að okkar mati og ansi margra að þetta var leikurinn okkar og náttúrulega vantaði bara loka punktin á þetta sem er náttúrulega telur en neini, það verður bara mjög gaman að fá það á fimmtudaginn í þorpið og taka þar 3 stig. Svona þínum að hvað svona er alveg lykillinn fyrir ykkur á fimmtudaginn? Klárlega koma á boltanum fyrir neðan slána, það er mjög mikið lykilatriði en svona öllu grínu slepptu að þá er bara þetta sem við sýndum á laugardaginn, baráttuna, viljan til þess að klára þetta lið að ef það er til staðar að þá er ekki nokkur ágjör fyrir fimmtudaginn.
Og náttúrulega hvatningin náttúrulega að reyna að koma sem, ofar í töflunni. Já, sjálfsögðu, ég meina, við erum að berjast þarna við liðin sem eru bara í 1, 2, 3 stöðum fyrir ofan okkur. Að ég held að þá er góður sens að komast upp í 5. sæti. Þannig að þetta er ekkert búið þó að, og alls ekkert eins og sé, það er 8 umferðir eftir og við mögum ekkert að vera að gefa neitt eftir, bara bæti í. Og náttúrulega stuðningur hlýtur að skipta miklu máli gegn svona, bara í Pepsi-deildinu þetta. Já, ég meina, laugardagurinn var ótrúlegur. Þetta, ég hef aldrei kynnst öðru eins og hef þó farið víða gegnum ævina en þetta var ótrúlegt á laugardaginn og þeir hefa bara heiður skilið. Og vonandi bara, eins og ég segi, munum þetta halda áfram á sömu nótum á 5. Og vonandi skilum við sigri. Þetta skipti. Takk hérlega fyrir. Það var lítið.